Það gott fólk. Ég ætlum að reyna að finna hérna tvo átta kostum eða bara yfir okkur. Það eru aðrar á Krýsuvíkursvæðinu og annars er það Trölladyngja og hins vegar Austurreykjar. Við erum hérna Ásbjörn Blöndal og Guðmundur Ómar er hérna með mér. Við deilum þessu. Hann kemur hérna inn eftir ca. 10 glærur. Heldur áfram. Hérna er bara svona til að kynna það. Við erum hérna á hvað við segja, 3 aðalsvæðum, eða 4, má segja kannski, Reykjanesinu, Reykjanesstrandi. Síðan erum við hérna í eldvörpum að vinna. Við erum með Langasögu að baki í Svartsengi og svo erum við hérna með þessi svæði á þessu stóra Krýsuvíkursvæði sem svo hefur verið nefnt. Þetta er fylgikort með upphafinu. Við erum að reyna að skilgreina útbreiðslu jarðvarmans á Krýsuvíkursvæðinu og hérna er horft til trekkinn hérna 3 sporöskjur og það er fyrsta lagi kringum Trölladyngjursvæðið, svo er Sandfell og síðan Austurengjar og Sjöllahólsinn. Sjáum þetta betur hérna á þessu korti, þar sem það verður aðeins greinnilegra. Það er erfitt að átta sig á þessu fylgiskjali með rannsóknaráætluninni. Við erum hérna með Trölladyngjuna, hérna efst uppi, síðan er Sandfell hérna neðar. Austurengjar liggja hérna á þessu svæði og svo Sjöllahólsinn hérna sem dreift hérna í norðaustur, suðvestur átt. Það er örlítið fjallað þessa Krýsuvíkursvæði. Þetta er náttúrulega leikið verið í bígerð að nýta þessa jarðvarma. Þetta eru gögn sem Orkustofnun eða liggur inn á vefsvæði Orkustofnunar og ég er svona aðeins bara að minna á að þarna eru menn að meta afkast svæðisins svona rúmlega helming á þar sem hengillinn afkastar eða talin geta afkastar. Þannig að Krýsuvíkursvæðið eða Krýsuvíkin eins og við sjáum hérna að í þessu frummati á hugsanlegri afkastagetu þá erum við að tala þarna allt frá milli 200 til 300 megavöttum í raforkuvinnslu og alveg upp í 800. Og hér sjáum við hengilinn samanburðar frá 400 og yfir eða hartnær 800 megavött. Þetta er kort á svæðisskipulagi Suðurnesja og það hefur í því svæðisskipulagi það er gert ráð fyrir að vinnslunni sem er út á Reykjanesi. Svo er hérna Sandvíkin, Svartsengi hér og Sandfell inni sem sagt á framtíðar virkjanir eða orkuvinnslu svæði ef hérna þannig að það að staðfesta það, þessi vinnanlega orka og síðan Trölladyngja. Þetta er svona svæði sem þeir telja sig geta eða haft eitthvað að segja. Hafnarfjörður á hérna skíka hérna inn í Grindavíkurlandinu, það er að segja skipulagslegu Grindavíkurlandi og fer semst með skipulagsvaldi þá innan þessa reits Krýsuvíkurlandsins. En allt í kring er sem sagt Grindavík með sitt gríðar stóra landsvæði. Hér er síðan Krýsuvík með þessi hlutaskipulag, aðalskipulags Hafnarfjarðar og það er sem sagt gert ráð fyrir því, eins og sakir standa, að hér er skipulagt iðnaðarsvæði og sem er þá fyrsti teigur sem er ætlaður fyrir rannsóknarbókun. Þetta skipulag er skildi í 2012. Síðan áfram. Þá erum við komið hérna með Grindavík. Þetta er ekki mjög greinilegt, þannig að þetta sé að lesa. En það er rétt að geta þess að á hérna í Sandfelli og upp í Trölladyngjum er gert ráð fyrir iðnaðarsvæðum þar sem að rannsóknarboranir geta farið fram. Og þetta er skipulag sem var samþykkt gengið frá í stjórnartíðindu 2012. Já, þetta Hafnarfjörður hafi reyndar verið 2010. Fyrir gefið það. Já, þarna sem sagt er ekki beint afmarkað svæði nákvæmlega, heldur dreginn hringur svæðin og í greinargerðinni er gert
séð fyrir því að þarna fari fram rannsóknir á jarðhitanýtingu í framtíðinni eða á gildistíma skipulagsins. Síðan ákvæðið að taka með eina línumynd. Þetta sýnir ragnarleg suðvesturlína og það hefur oft verið rætt það hvernig við tengja hugsanlega nýtingu hérna frá Krýsuvíkursvæðinu og ég held fyrst og fremst litið til þess að tenging fari hérna niður í átt að suðvesturlínu. Þetta hefur verið hugsanlega að það verið minnst á að það verið líka hugsanlegt að leggja hérna með Suðurstrandavegi, lína kapal, en það eitthvað sem að Landsnet ákveður þá í sinni vinnu og sínum áherslum. Þegar ég ákvað að taka þessa mynd hérna sem ég sýndi ykkur fyrst af hugsanlegum afköstum eða afkastagetu Krýsuvíkursvæðisins, þá erum við alltaf svolítið í huga að því að við vitum það í Svartsengi þar sem 75 megawatta raforkunýting, það 150 megawatta varmanýting, það segja framleiðsla á heitu vatni fyrir hitaveitu sem að þjónustar á þriðja tug íbúa sem eru hérna í sveitarfélögunum út á Nesi. Sækir þess að Krýsuvíkursvæðið gríðarstórt, svona jarðvarmalega séð, eða orkulega séð, þá hugsa maður að því að það nokkurn veginn vitað að eldsumdrótt munu einhvern tíma og maður hérna á þessu svæði, bæði Henglinum og svo á færi síðan hérna út með Skaganum, að þá það ákveðin svona verkfræðilegt viðfangsefni að hugsa til þess að sé til vara fyrir höfuðborgarsvæðið. Og sækir þess að Krýsuvík ekki stór, þá alveg hægt að hugsa sér að þar fari fram jafnhliða raforkuframleiðslu, framleiðsla á heitu vatni fyrir hitaveitu. Fjarlægðin sem sagt frá Nesjavöllum og inn í borg 25 km, en cirka 80 km hérna frá Krýsuvíkursvæðinu og inn í síðustu byggðir Hafnarfjarðar. Það hefði svo farið yfir söguna. Þetta byrjaði þannig að fyrst var rannsóknarleyfi gefið út fyrir Trölladyngju, alveg sér. Það var árið 2000 og það var til 7 ára. Síðan var borað þar árið 2001 og svo aftur árið 2006. Á meðan, eða þarna í seinni hluta þessa tímabils, þá var óskað eftir rannsóknarleyfi fyrir Krýsuvíkursvæðið. Og þá var það samkomulagið milli aðila að sameina Trölladyngju inn í það leyfi. Þannig að leyfi sem var veitt svo árið 2006, það nægir yfir allt þetta stóra svæði, samfellt Trölladyngju og eiginlega Krýsuvíkursvæðið. Það var í mars síðan undirritað samkomulag við Hafnarfjarðarbæ af því að þegar Hafnarfjarðarbæ fékk landið frá ríkinu, þá var það eiginlega eitt af megin markmiðum að Hafnarfjarðarbæ fengi landið og svo að þarna færi fram nýting á jarðvarma. Við myndum að finna betur yfir það fyrir maður eftir. Rannsóknarleyfi er veitt í 10 ára og sem sagt til desember 2016. Svæðið sem fjallaði það sem Hveradalir, eða Sveifluháls sem við varum að kalla svo, og svo Austurengjar, Sandfell og Trölladyngja. Og árið 2008 þá var stofnsettur síðan hópur sem að hafa sortu og Hafnarfjarðarbæjar sem á að reyna að ná samkomulagi nýtingu á jarðvarma á því sem að Hafnarfjarðarbær ræður við. Almennar yfirborðsrannsóknir hafa farið fram gegnum tíðina og það sem að snýra háu sorku þá hefur verið ekið að 300 milljónir króna og boranir í Trölladyngju eitthvað 1200 milljónir. Þannig að það búið að eyða cirka 1,5 milljarð í rannsóknir á þessum svæðum sem að teljast til Krýsuvíkursvæðis. Þá held ég að þetta framhaldastur. Já, nei. Það var eitt sem að við vorum að minnast á framleiðslu á heitu vatni fyrir hitaveitu að í rammaáætlun þá þegar menn að meta hagkvæmni virkjunarkostana þá fyrst og fremst litið á þessa stærð sem heitir krónur per kílóvattstund á ári, þar sé ársframleiðslan
metin á með tilliti til stofnkostnaðar og framleiðslugetu í raforku. En við þekkjum það vel sérstaklega í Svartsengi en einnig á Reykjanesi að það er margir aðrir tekjustraumar sem að virkjun hvílir á eða byggir á. Og við erum hérna búin að minnast á hitaveituna, en jafnframt unnið ferskvatn fyrir allar vatnsveiturnar á Suðurnesjum og síðan önnur nýting eins og koltvísýringi, það sem carbon recycling, að nýta gas úr jarðvarmavökvanum og það nýting bláolínsins, hún margþætt, það bæði verið að nýta kísil, það verið að nýta þörunga og svo fyrir utan það að skapa bláolínnið eða núnsvatnið. Út á Reykjanesi eru 2 fiskvinnslufyrirtæki sem nýta gufu beint frá virkjuninni og það bæði verið að þurrka, aðalega hausa, fiskursa og það einnig verið að framleiða það lýsi að hluta til, alltaf einhverja fiskólíu. Svo bein dreifing á ferskvatni eða neysluvatni til notenda á Reykjanesi, Reykjanestamni og það sem sagt Sorpa sem vinnur það vatn og dreifir og selur með leyfi viðkomandi vatnsveitu. Kælisjór núna notaður í stærsta eldi landsins, Stolt Seafood nýtir sem sagt kælisjór sem notaður til að kæla vélar Reykjanesvirkjunar og það eiginlega forsendan fyrir fiskeldinu hjá þeim þessi 35 gráðu heiti jarðsjór sem algjörlega fá sér tær og laus við snefilefni sem yfirleitt í sjó. Af því að sjórinn tekinn gegnum hraunlög og dælt upp þannig að hann kemur frá hafinu og síðan gegnum hraunlög og veitt áfram til Stokkseyrar. Svo náttúrulega ferðaþjónustuhlutinn, hann náttúrulega víða, það ekki bara bláolínnið, það einnig vísir að ferðaþjónustu á Reykjanesi. Nesjavelli náttúrulega með þetta, Hengill, Bjarnarflag, Krafla og fleiri. Þannig að það margþætt nýting önnur en svo að líta til raforkuframleiðslunnar. Ég vil bara láta þess geti hérna því að það þessi aðrann gildi að það ekki alltaf sem allar hæstarinnar eru með sem að koma fram í til dæmis ásökningum viðkomandi félaga. Þetta held ég að við. Má spyrja, til nóg af ferskuvatni? Já, ferskuvatni unnið þarna frá Lágum sem svæði milli Reykjanesbrautar og Svartsengisvirkjunarinnar og það afkastageta sem nægir langt fram í framtíð. Ég var að spá því eins og þarna í Krýsuvík. Krýsuvík, já. Guðrún kemur inn í það hérna eftir. Í sambandi við fjárnýtinguna sem mjög mikilvægt að við reynum að stefna að öllum svæðum sem við erum að nota. Getið þið metið það fyrirfram hvort að þetta svæði líklegt til fjárnýtingar tengist að því að vera nær byggð þar sem atvinnumarkaðurinn til þess að fá alls konar nýjungar og svoleiðis. Hvernig ættum við að meta það? Möguleika virkjunar til fjárnýtingar? Það eiginlega svolítið að segja bara ásókn aðila til okkar að fá að komast inn á svæðin okkar. Já, en ef við erum að bera saman hugmyndir, ég að hugsa bara jarðvarmasvæði, fremri námur sem fyrir norðan, gætum við álíktað eitthvað, hún líkleg til fjárnýtingar? Ja, ef að frumhugsunin fjárnýting, eins og við gerum öllum okkar verkefnum, það að nýta alla straumana frá aðfengunum til virkjunarinnar, að nýta alveg til fullnustu. En tengist það ekki svolítið að þið eru mjög nálægt vinnumarkaðinum og nálægt ýmsu sem eru í nýsköpun og möguleikanum þar fremri námur eru dálítið langt inn á ættu að fá mínus við þetta. Ég bara reyna að fá okkur til að hjálpa okkur að hugsa hvernig getum við búið til einhver viðmið í þessu. Ég myndi segja að við ættum allavega að fá plús. Ef það óháð landfræðilegri staðsetningu, ef þetta jafnt fyrir allar virkjunar,
þá skiptir það ekki máli. Ekki ef það er jafnt, sko, en það jafnt skiptir eða ekki ekki. máli, vegna þess að þá greinir það ekki á milli hugmynda. En hitaveitu notkun alltaf við vitum það, hún er líklegri nær byggð. Hún er rosalega mikilvæg. Manni finnst ekki voða gott að raforkan er að nota, ég veit ekki hvort ég má segja, skömmur fyrir það einu sinna 12-15% af aflinu, ef það er bara raforkuframleiðsla, sem er alltaf bara alls ekki í lagi, finnst manni. Það finnst okkur ekki heldur. Nei, og ég veit að þið standið eitthvað heil í því, sko, ég þekki það ekki. En það er til dæmis eins og, við sem segjum svo eldi og gróðurhús eða hvað sé innrækt. Allt er þetta möguleika sem er ekkert endilega, hvað sé, þurfa ekki að vera í nála þéttbýlis og fiskurkunni er ekki. Ég svo hún að valið sér staða út á Reykjanesi svo, í staða fyrir að vera í Svartsengi, fyrst og fremst út á því að þar eru menn svolítið út af fyrir sig. Þannig að, en það er þessi hugsun sko að líta á þetta sem auðlindastrauma. Allt sem að virkjunin hefur í takinu. Það sjónarhald sem að ræður oft hvernig þú þróa þína virkjunar kostir. En hitaveitur er náttúrulega þá þarfst einhverju til að nota hitaveitur. Já, klárlega. En hugsaði bara innrækt sko tómatahús sem að var hugsað hérna ekki tíðan. Það tók alveg á mig bara alla hitaveituna á Suðurnesjum sko. Já, það er alveg vanlega. Það er önnur saga. Það er önnur saga. Skoðum það að gera svo vel. Ef það er ekki meira, ég vil líka tekið eftir spurningar. Já, ég ætla þá bara að taka við hérna í beinu framhaldi. Þetta er náttúrulega bara þessi sveið okkar sem er til umfjöllunar. Það sem ég ætla aðeins að fara í gegnum frá þau glögg sem þið hafið og þá er það aðalega að reyna að skýra þessa svæðaskiptingu hjá okkur. Kannski vera þetta rugningsleg. Og síðan stöðu núverandi rannsókna og innan þessa rannsóknarleyfis. Síðan að fara aðeins yfir þá hvað við höfum verið að gera. Jarðfræðikort og jarðhittakort eru ný. Aðeins að tala hér grunnvatn og niðurtenningu, þyngdarmælingar, GPS, jarðskjálfta og gervitunglamyndir, tipla svona aðeins á þessum þáttum. Og síðan nokkuð mikilvægt að fara þessi yfir sögu boranna og fyrir rannsókn. Þetta svæði er búið að vera það í rannsóknarferli náttúrulega til 70 ár. Það er ekki, kann að líta það neinu hvernig TEM-mælingar, viðnámsmælingar, TEM stendur fyrir Transient Electromagnetic og MT stendur fyrir Magnetic Telluric. Þetta eru grunnar og djúpar viðnámsmælingar. Aðeins að koma inn á efnasamsetningu og síðan lykilatriði fyrir rammaáætlun 3. Það er þessi að leggja áherslu á þessar nauðsyn boranna til þess að við getum yfirleitt gert eitthvað vel. Án boranna þá erum við bara hreinlega getum ekki metið orku getur svæðisins. Frá það sem bara er slegið á frá flatarmáli eins og Orkustofnun gerði í þessari mynd sem Ásbjörn sýndi hérna við. Næstu mynd. Þessi mynd sýnir náttúrulega aðgengið að Trölladyngju hérna frá Reykjanesbrautinni, en aðgengið að Krýsuvík er ágætt hérna nærmar Kleifarvatni upp að Krýsuvíkurbúinu. Og síðan er hérna milli hálsa, hérna Móhálsadalur líkur hér. Og þar er aðgengið bara slóða en hann er fær á stærri rútum og flestum bílum á sömurinn og er einungis opinn sömarinn. Austurengjar eru í reynd sýndar hérna upp af þáttu suður af Kleifarvatni. Þar er hérna eiginlegu austurengjar. Vesturengjar liggja hér á milli hálsa. Þetta er kallað vesturháls og austurháls og austurengjar á milli og austurengjar hver. Síðan er Sveifluháls hérna 20 km langur og Núpsliðar vesturháls að Trölladyngju. Þetta er svona helstu kennileiðin. Við sjáum hérna með grænum stjörnum, þar eru sýndir jarðhitastaðir og rauðar stjörnur sína borun. Við tókum þann kostinn að hérna skipta þessu svæði upp í 4 parta. Nú sést þetta ekki neitt. Þessu hvítt, en allavega á Austurengjar, hérna við Kleifarvatn og Trölladyngja
þarna megin er síðan göttum þetta sveifluhás þetta svæði hér. Kannski hefðu átt að tala um sveifluhás 1 og sveifluhás 2. En það er ástæði fyrir því að við tölum Austurengja, það tengist þessu Austurengja svæði sjálfum og sprungur eins hérna hérna alveg langt út í Kleifar, það Syðristad. Það er hún sem hefur þungavíktar vægi í varðandi Austurengja svæði. Austurengjar sjálfar og hverasvæði þar í kring, það var þarna stóri hver eða Austurengja hver, hann var til í jarðskjálfta 1924 og er enn virkur, rennur dálítið frá honum. Austurengjar er heilmikið graslendi sem að nota til slægjur á öldum. Það svæði er friðlýst, þar í kring. Og þegar við erum að tala um Austurengja í þessu samhengi þá erum við ekki að tala um það svæði. Við höfum aldrei hugsað okkur að fara neitt inn á það viðkvæma svæði, þetta mýrlendi sem að þykir öðru merkilega því að þetta er svona einu mýrarnar sem eru á Reykjavík. Við erum þarna í Krýsuvík. Og þá með tilheyrandi bráðu farið fuglalífi og dýralífi. Næstu mynd. Og þessi tvö svæði voru í öðrum áfanga, sett í nýtingarflokk. En þessi tvö í viðflokk. Við komum okkur dálítið mikið á óvart. Einfaldur vegna þess að við erum að fást við eitt svæði sem er þetta sem er afmarkað þessari rauðu línu hérna sem er viðnám á svona cirka kílómetri stýpi sem sýnir stærð útbreiðslu háhitasvæðisins. Matið sem þið sjáum þarna í upphafi, einhver 400 megawatt með há- og lággildi sitt hvora megin við. Og það miðar við þetta flatarmál á öllu þessu svæði. Næstu mynd. Og markmið með þessari kynningu okkar er að færa rök að því að við þurfum að fá þessi svæði tvö úr viðflokki í nýtingu. Hvers vegna? Við erum hér til að svara því að það er búið að rannsaka allt sem skiptir máli og einungis er eftir að ganga frá gögnum og án borana komast við einfaldlega ekkert áfram mat á hugsanlegri orkugetu. Við viljum láta vekja athygli á því sem að mörgum finnst kannski sem áttar sig kannski ekki alveg á hvað þetta þýðir. Að það verða engar boranir eða framkvæmdir án þess án undangengnisferlis og leyfisveiting og umhverfismat. Til dæmis þurfum að fara í umhverfismat eða í umhverfismat með borteiga í Eldvörpum og við hefum fengið hérna leyfi fyrir einum borteigu í Krýsuvíkurbúi sem er á öðru svæði. En þetta er heilmikið ferli sem að hefst leið og við sækjumst eftir því að fá að bora einhverjum rannsóknum. Þannig að það að svæði sé í nýtingarflokk í rammaáætlun þýðir einfaldlega að það þýðir ekki algjört athafnafrelsi, heldur þýðir að við getum farið fram á að stunda einhverja rannsóknarboranir. Viðflokkur þýðir einfaldlega að það megi ekki bora rannsóknir. Það er kannski galli á skilgreiningu. Viðflokkur skuli því að það er ekki gera sem skiptir máli varðandi orkuvinnslu. Þetta er svo alvarlegt mál. Þetta er eins og að horfa á og vita að það er hægt að virkja hana en vita ekki með það eins og jarðvega því að málum með. Það að bora hólur er eingöngu rannsóknarhólur er eingöngu til þess að geta lagt mat á það hvað við erum að fá upp úr svæðinu. Gallinn er bara hvað þessi rannsóknarhólar skilur mikið eftir sig en rennslismælingin hún ekki skilur eftir mikið. Þetta er erfitt að bera þetta saman svona. Það er spurning hvað það skilja mikið eftir sig. Það skilja nefnilega ekki mikið eftir sig. Þetta kæmist fyrir nánast inn í þessu herbergi. Það má reyndar horfa á hvernig var á fyrsta reiki. Þegar búið var að bora einar 6 eða 8 holur án þess að það færi neitt marga umhverfisáhrifum fram. Það var búið að gera einhverja vatnsholu líka og námur og vegir. Það var í raun að vera búið að taka og að raska gríðarlega miklu á svæðinu áður en það fór neitt mat á umhverfisáhrifum fram. Já, það má vel vera sko, en það er sem þegar við segjum. Það er hægt að fara í þetta ferli að leggja til að það verði gert umhverfisáhrif einstakar verði. Hvað þá svona heilstæðar framkvæmdir sem margar góð.
Er það ekki rétt að mér að svona hóla kostar alveg greiðarlega mikla peninga? Hálfa miljón. Cirka það, og er það ekki yfirleitt þannig að þegar ef það kemur ekkert upp úr þeim þá er það rannsóknarhólur, ef það kemur gufa þá er það nýtingu hóluna því að það er alltaf háð sko samning eða vilja viðkomandi eiganda en ekki háð vilja okkar. Við viljum að sjálfsögðu nýta fjárfestingu. Alltaf stæður því er ekkert að standa í því öðruvísi. En nýtingaflokkur sem það þýðir ekki að svæði verði virkjuð heldur metin til orku. Ákvörðun virkjun og nýtingu eru teknar síðan á öðru vettvangi og við leggjum náttúrulega miklar áherslu á nálægri þéttbýli eða Krýsuvíkurhöfn og þessa auðlindagarðshugsun sem Ásbjörn kom aðeins inn skiptir verulega máli að snúa öllu sem heitir veist í mann. Hérna er aðeins yfirlit yfir svæði sem við höfum aftur á. Svæði sem við höfum hérna á Reykjanesskaganum. Það er hérna eins og Ásbjörn kom inn á þessi Reykjanesheldur på Svartsengi. Síðan er Krýsuvíkursvæði hér til umræðu spurningu hérna nútíma eða gos frá sögulegum tíma er sýnt þarna rauð. Brennistinsfjöll og Grímsdöngurhraunið hérna. Síðan hafa verið gosrinnir á cirka 1000 ára fresti hrinur gengið yfir skagann frá austur til vestur. Og það hefur verið talað hérna mikið skjálftarennu sem sést ágætt á þessum jarðskjálftarenni frá 70–76. Skjálftarennan í þessu tilviki þýðir eiginlega flötumorð í jarðskorpu fleka milli frá Ameríkuflekans og Evrópuflekans vestur mynd. Og jarðhitakerfin okkar eru staðsett þar sem að rennan sker þessa sprungu sveim. Til að mynda því ekkert að fara að bora hérna upp í Heiðmörk þó við séum með stór og mikið misgengi þar í þessari sprungu. Það er bundið við þessi svæði þar sem að jarðskjálftarennan gengur í gegnum sprungusveim. Næstu mynd. Þið rættið aðeins grunnvatn. Hér er mynd sem sýnir grunnvatnsstrauma á Reykjanesskaganum. Þeir eru einhver öflugir, þetta eru fleiri kúbíkmetrar á sekúndu sem að flæða hérna til sjávar, sem er eins konar neðanjarðar ár, það er engar ár á yfirborðinu með Elliðárnar og hérna allt vatn sem rignir þarna, 2000 mm á ári, það ripar niður í hraunin og myndar þeim að þykka grunnvatnsstraum sem er sýndar hæðalínur fyrir grunnvatnsborð. Það er hérna við Kleifarvatn í kringum 200 metrum. En Kleifarvatn er stórt vatnsforðað úr eins konar pollu sem stendur uppi. Grunnvatnsborðið er aðeins niðar. Það hefur yfirfall í grunnvatnsstraum. Við munið eftir skjálftarhinnum árið aldabótaskjálftanum, 7. júnískjálftanum, það var stórskjálft í Kleifarvatn líka sem við máttum ekki þá fyrir þetta eftir á árunum. Þannig að rann eiginlega alveg saman við skjálftan sem var á Suðurlandi. Þá allt í eins og lækkaði vatnsborðið í Kleifarvatnum 7 metrum og hrataði niður og spáði dögum. Þannig að það er tengt inn í grunnvatnskerfið en samt dálítið ótengt. Þannig að það hefur sem sagt yfirfall en heldur ekki áfram fylla og myndar ekki á til sjávar. Og við Trölladyngju þá þurftum við að afla grunnvatns með því að vastir borana með því að bora grunnar borhólur í norðurendan á Oddafirði. Við sjáum þessa gríðarlega miklu grunnvatnsstrauma sem fara allstað fram á skaganum. En við Gvendarbrunna og Kaldá í Hafnarfirði, þar eru ennþá stærri grunnvatnsstraumar sem að Kaldá til dæmis fyrir hérna niður með Straumsvík. Þar eru nokkrir kúbíkmetrar á sekúndu sem að flæða til sjávar upp fyrir innæðisvæði Hafnarfjarðar sem er hérna upp á Straumsvík. Við feiknarlega öflug grunnvatnsstraumar, það hefur verið borað hérna bæði norðurenda Kleifarvatns að Hafnfirðingum, vatnsveitum og síðan inn í Fagradal og upp í Kaldársel, allstaðar mikið grunnvatn. Það er hægt að segja það bara fullera það að það er nóga grunnvatnasvæði til þess að varmaskipta við hugsanlega varmavinnslu og líka á næstu mynd. Og við þurfum að stunda við höfum nákvæm jarðfræðikort og orkufyrirtækin láta vinna þessi kort í mælikvarðunum 1 á móti 10.000 eða 20.000 og síðan birtum við þetta
gjarnan í 1/40.000 og síðan upp í 1/100.000 eins og á næstu mynd, nýju korti eða nýlegu korti frá Ísor þar sem við tekjum saman gögn sem við höfum látið vinna hérna á Reykjanesskaganum, eldri gögn af Krýsuvíkursvæðinu og kortleggja þetta árannar ás oft á mörgum sem en aldrei nógu nákvæmt fyrir við komum að þessu sem við köllum svona nákvæmnis kortlegningu vegna þá hugsanlega virkjun. Þá leggjumst við það til í mikið díteil. Við ætlum samt að sjá við hálsana hérna, Sveifluháls og Kleifahall. Taka aðeins upp úr þessu korti hér, næstu mynd. Smá bút hér, Kleifahall hérna, og svo stækkun hérna, endingun aðeins á hérna vatnið. Við sjáum hérna hæðalínu 120 og síðan í 60. Þetta þýðir að það er dalur hérna út í miðju Kleifahallinn. Langs eftir því, við stefnum norð, austur, suðvestur, klikkar aftur. Og þá skilgreinum við þetta hér sem Austurengja reit, sprungurinn. Það er verið að kortleggja dálítið mikið, það eru gamlir sprengigígar frá nákvæm hérna jökulskeiðs og fyrir nútíma sem eru hérna í röðum frá Austurengja hver og alveg hérna út í vatn. Það er þetta mikið af sprengigígum eins og við Grænavatn, Gestavatn og þar í kring og eins við Fúlavatn við Seldum. En þessi sprungurinn hér, hún er með jarðhitavirkni alveg frá söðri og hérna norður í Sýrstaf og mjög kröftugu hverðandótt í vatni sem að bræðir af sér til dæmis á vetrum. Hérna stendur hann upp í vög. Og okkar áhugi beinir ekkert síður að því að vera í nála við vatni því að þurfa vatn til boranna og reyna að sjá hvort það er eitthvað að hafa í þessar Austurengja reynir við höfum. Akkur höldum við að við höfum einhverja vafasemdir það. En það er kannski vegna sögunar. Það tökum næstu mynd. Aðeins hérna reyndar hérna sýnir 6 cm hækkun og Móhálsadal, þetta stendur fyrir Móhálsadal. Það er einn af þessum GPS-mælum, gerfutunglamynd. Það sýnir það var hérna landris á Reykjar og tímabili, heil mikið, miðjusvæðinu. Og þetta er unnið á háskólanum og er ennþá í gangi heilmiklar rannsóknir. Síðan hætti þetta, það eru talsverðar hverabreitingar sem tengdust þessu landrisi. Við vorum öll að spekulera mikið í því hvort þetta gæti verið kvika eða hvort þetta væri einhverja breytingar í jarðargerðunum sjálf. Niðurstaðan er ekki einhlít, það var allavega engin kvika sem sést á neinum jarðeðlisfræðimælingum. En svo er aðeins mótin það að þetta gæti verið að neðri hluti kerfisins væri að opna sér tímabundið upp í efri hluta kerfisins en það eru svona vangaveltur frekar heldur en einhver stærri. Þetta er allavega land reist þarna mjög skarpt, það eru skjálftarhinnur. Ég geta bara að dæma það mikið. Já, svona þetta. Þessi mynd. Þá aðeins sem söguna. Hafnfirðingar hugðust að reisa fyrsta raforkuver landsins með jarðhitagnúm. Þetta var nú ekki stórt orkuver sem átti að reisa, 3,5 megawatt eða eitthvað í þeirri stærðingu. Þeir boruðu þannig einhverjum lifandshúsgögn á borholum þegar maður afsalað þessi hluti og Grindavíkurlandi og Krýsuvíkurjörðinni til jarðhitanýtingar 1941. Það var tvennt sem það átti að gera, það var að líta til jarðhita og svo til beitar. Og hvorugt hefur eiginlega orðið að veruleika nema það er þarna hrossabeitur. Það var feiknaleg áforman upp í Hafnarfirði, hérna á Hafnfirðingur og Hólsturðið. Þetta er 1950 sjáum við hérna grútbúið fólk og 10 rúndur af vetrigerðinni. Það hljóta að vera þannig eitthvað annað 100 manns sem er í veislu, það er veislutjald hérna bak við hólna. Þessi hóla 14 sprakk í vörtu 1999, myndaði stóran gíg. Það voru sem sagt mikil áform að reisa þarna fyrsta raforkuver. Síðan það sem stoppaði það var það að ríkið setti á einokun á raforkufélags. Það máttu nota þetta til húshitunar en það var eiginlega það sem stoppaði. Því að þarna lá ekki alveg ljóst fyrir að maður getur nýtt þetta til húshitunar til það nákvæm lagnir frá Krýsuvík. Næstu mynd. En Rafveita Hafnarfjarðar lét bora hérna 22 holur, allar þessar holur hér. Dýpsta þeirra var 264 metrar.
Flestar eru rétt í kringum 100 metrar og við myndum alltaf að telja þetta borhólur og bara svona vassholur í dag. Alltaf þessar 20 hólur. Í 1960 þá var gufuborinn kominn til lands, var borað hérna í Laugarnessvæðin, Reykjavík. Hann var sendur í Grísvík, boraði hérna 3 hólur. Það er eiginlega fyrstu hólundar til þess að dags þarna á Grísvíkursvæðinu 1275 og 1220. Það hrumdu báðar í lestri, sem hafði samt aðeins að mæla yfir. Síðan var svokölluð Grísvíkuráætlun 1970–71 og þá voru boraðar 4 hólur. Og 4 þessara hólna sem Orkustofnun lét bora, eina er við Kleifarvatn innan þessu svæði sem við kallum Austurengja. Önnur er við Eldborg í Trölladyngi og þriðja hjá Djúpavatni. Það eru allar á þessum svæðum Trölladyngi og Austurengja svæði sem við erum að. Það eru svona 800–900 metrar djúpar. Ein við Ketilin, hérna rétt sunnan við Austurengja, hluta þessa svæði sem við erum að tala um. En síðan voru hérna 2 mjög djúpar hólur sem við kallum þá alvöru hólur sem voru boraðar við Trölladyngi 2001–2006. Næst mynd. Þetta sem sagt þær hólur sem eru á Austurríkisvæðinu, rétt rúmlega 100 metrar nema þessi eina sem er 816 metrar. Aðeins að vekja athygli á þessum bortum. Við höfum eins og komið einungis hugsað okkur borteiga og stefnuboranir við Kleifarvatn. Svo hins vegar við Köldunámur sem vestan við Suðurlands. 2–3 kílómetra djúpar til þess að skera úr hitta og lekt á 1–3 kílómetra djúp. Skólvatnið er svo til boran í tilvikinu. Það er algengt í dag og rauninni regla að við þurfum að fóðra svona efsta kílómetri, 700–1000 metra, fóðra það með stofnfóðringum, lítum ekki á neitt sem er hann ofar, nema það sé einhvers konar þurrgúlsvæði. Eins og til dæmis í Svartsengi, það prófaði þurrgúlsvæði. Það getur komist af með því að bora grunnarhólur. Ná þá í þurrgúli sem við með suðurborð, talsvert neðan í jörðum, mikinn hita og þrýsting þá áttur. En þessi borunar og svona hólum eru rauninni forsendur fyrir því að við getum yfirleitt velt þessu eitthvað fyrir okkur frekar. Án þeirra þá erum við bara stopp. Næstu mynd. Á Trölladyngisvæðinu þá eru það þessar hólur og við höfum nú 2 djúpar. Það er náttúrulega að segja okkur það sem segja það. Líka þess að því og eftir. Og eins þessi hóla, 1000 metra hóla hérna við Trölladyngu, hún reyndist vera vel nýtanleg. En aftur Djúpavatni, hún var hérna kæld af grunnvatni, efstu 300–400 metra. Næstu mynd. Það var því aðeins að fara í gegnum þess að hýta þetta. Þetta er Suðurlandsferill, vatn síður 100 gráður á yfirborðinu. Komin niður á 1000 metra dýpi, þá er vatn komið suðurhautin orðið svona 200 og 300 stig. Það er nála stig. Og þetta er sínt hólunúmer, þetta er hóla 6 við Trölladyngu. Sýnir þetta sem alveg við suðurferill, 262 gráður. 500 metra dýpi en kólnar síðan svona niður. Síðan hóla 1 sem var þarna árið 1960 og hún er hérna rétt við ferilinn, rétt rúmlega 200 gráður, hólnar svo niður og eins hérna hóla 8, hóla 2, þessi dýpsku 1200 metrar. Hún er rétt 160 gráði heit niður á rökuna, það er seitan ofan. Við kallum þetta viðsnúðaferla. Og hérna, til þess að það sé eitthvað vit í þessu til raforkuframleiðslu, hýtir aðeins á. Þá er venjulega miðað við 200 gráður. Ef að hitinn er lægri en 200 gráður þá er ekki gagn að þessu til raforkuframleiðslu nema með svona tvívökva virkjun. En fyrir svona beina nýtingu og jarðgufu þá var þetta bara gagn. Og við erum alltaf að tala um það þegar við erum að tala um hávaxtavirkjanir að nýta þá með hærri hita en 200 stig. Svona frá 200 og kannski 20 upp í 280–300. Næstu mynd. Þannig að þessir hitaferlar þýða að þetta sé ónýtanlegt til raforkuframleiðslu. Og þá er spurningin hversu algengt er þetta á hávaxtarsvæðum? Er þetta bara einstakt fyrir Grísvík eða er þetta algengt á hávaxtarsvæðum?
að hafa svona hitaferla eða neðan við 200 gráður. Þá er skemmst að minna til dæmis á Kröflu, efrakerfið í leirkotnarsvæðinu Kröflu. Það er rétt 200 gráður niður á 1400 metri. Það er rétt á þessari rauðu línu. Veðrakerfið er alveg á Suðurlandsvelli og þar boruðum við í Kvíku á 2001. Þannig að þetta þýðir ekki að svæðið sé ónýtanlegt, þetta þýðir þetta þessi kæling í efsta kílómetri. Þannig að það er mörg svæði sem sýna þessa hegðun að það sé ekki nýtanlegt til landnámslíð ofan kílómetri. Aftur í suðurhlíðum þá fylgja suðurhlíðar í Kröflu, fylgja nákvæmlega þessari suðurlínu alveg niður úr. Og það er mjög stutt á milli. Það er hver ekkert sem skilur af þessu svæði. Næsta mynd. Þetta er svo dæmigerð hitaferla fyrir holur á Reykjanesír, Eldur og Svartsengi. Þið sjáum Svartsengi hérna rétt 240 stig, niður úr, hvorki herri nýjanlægi, það er alveg hreint útrúlega jafn hitaferla þar. En kaldasti hluti í holunnar í Trölladyngju, þetta er vitlaust sem væri, en hún er rétt 240 stig. Þetta er kaldast í Trölladyngju, þetta er hola 1 í Trölladyngju. Svo fer hún upp fyrir hérna upp í 330 stig niður í botninn. Næstu. Efnasamsetningin, Reykjanes hérna, brimsalt, saltur sjór, Svartsengi, 2/3 sjór, 60%. En aftur Trölladyngja, hérna, rétt 1-3% selta, sem er mjög lág. Þetta er samanborið höfum við Nesjavelli sem er það sem er engin selta. Kísill til dæmis mjög svipaður hérna í Svartsengi og á Krýsuvík. Næstu mynd. Og svo kemur aftur að þessari skiptingu. Hér er nákvæmari viðnámsmynd sem sýnir hérna 800 metra niður á sjávarmál, það er svona ca. kílómetri stýpi. Þessi rauði hringur hérna, hann dregur eiginlega algjörlega hring utan svæðið og það er það sem við erum að fást við. Og það er erfitt að slíta þennan hluta hér frá, sérstaklega með tilliti þess að miðja á þessu svæði er í þessum Móhálsdal sem er hér. Og til að sýna staðfestu á því, og þá höfum við nýja viðnámsmynd sem að er vunnin þarna með Magnet og Tellurug og hún nær niður á 4 km dýpi. Þetta er dálítið nýjung. Sjáum við hérna þetta rauða, það er eiginlega lághita leirsteindir sem að marka svæðið. Þetta er holan við Trölladyngju, þessi gamla sem var 1970, þessi við Kleifana. En aftur er hérna eins og stólpi hér inn í miðju og það vilja menn túlka sé kannski næringar kerfi svæðisins. Það er naflastrengurinn í hérna jarðhitasvæði hérna fyrir ofan. Næstu mynd. Þá er aðeins þessar yfirlitandi viðnámsmælingar. Fyrstu viðnámskorti 71-75, þá var notað svokallaðar slúmessir. Síðan var farið út í TEM-mælingar sem sjá niður á kílómetrastýpi og síðan FT-mælingar sem sjá eiginlega niður úr jarðskorpu. Það er niður á 20 kílómetra. Það gagnast mjög vel þarna niður efstu 10 kílómetra. Við erum svona aðalega að horfa eftir 5 kílómetra. En við bættum við einhverjum ósköpum og mælingum, yfir 100 mælingar og svona þrívíða túlkur, þetta er svona nýstárlega mælingar sem er farið að stunda í dag á síðari árum. Næstu mynd. Hérna sést með þessar rauðir búnda með farið á ís og melt á ís út á Klefavatni til dæmis til þess að ná að loka þessum viðnámsanomælíum. Næsta mynd. Já, þessi sýnir eiginlega frá suðvestri snið frá hérna gert Sandfell. Hérna er mert Máahlíðar, Grænavatn og Svo. Sýnir snið niður á 800 metra dýpi. Þetta er hérna 3 km hér, ég veit að þetta er frekar ógreinilegt á myndinni. 18 km hér, þetta er svona 15 km snið, langsnið yfir Trölladyngjusvæðin. Þá sést þessi umgjörð áðursvæði, þessi rauðu liturinn. En það sem er komið niður úr því, það er komið þá inn í hitakerfið sjálft. Einhvern tímann ekki endilega í dag.
Næstu mynd. Og þá tökum við aftur annars niður, þá búið að bæta við MG-mælingum hérna 2007 og 2008. Við ætlum áfram með þetta sama snið. Norður í Máarhlíðar og Sandfellir á þessu svæði. Þá sjáum við þetta niður 2500 metra dýpi og síðan niður á 5000 metra. Til viðmiðunar hafið í borunum sem er þessi nefndanna og þá þekkjum við hitastigið. Við vitum nú þegar heilmikið hitaástandi þá niðri eftir þessar borunum. Síðan held ég að næsta mynd sé tekið snið hérna frá Keili, þetta er Keilir. Snið hérna Tröllaþingi holurnar og yfir að holunni við Kleifahall, suðurhluta Kleifahall, sem inn á þessu tvö svæði sem var Fossur, Tröllaþingi og svo Austfirðingar. Næsta mynd. Hérna Tröllaþingi og Austfirðingar, þetta snið hér. Þá sjáum við aftur niður á 800 metra dýpi að þetta er rampað af að þessari rauðu lágheitarlegslínu umgjörð. Og svo ef við gegnum niður á 2500 metra dýpi, setjum honum hérna inn í, þá sjáum við að þetta er allt svona grænt og blátt og það er þarna sem vísbendingin náttúrulega háhiti og við vitum að þetta er háhiti í þessum holum sem við höfum þegar búið. Það er jafnframt, við sjáum það er þarna á þessum tveimur þetta 240 gráður eða 50, það er gríðarlega munur hér á milli. Það er kæling þarna ofan til eins og við sjáum í hérna Grunnuhólmum, kílómetrshólmum, næstu mynd. Þetta er eiginlega niðurstaðan, það endurspeglar bergumundum og gefa þannig fornmynd á stærð fátusvæði sem kynna. Það að koma þessi flatarmálsreikninga 90 ferkílómetrar sem að Orkustofnun nota til viðmis á þessu orku getan gæti verið þá. En það er að vafast að tengja þetta saman beint viðnámsmyndur og hita því að viðnámið er reynd að svara leirsteindum en ekki hita. Leirsteindir eru lághitalegir og svo háhitalegir. Háhitalegirinn gefur hátt viðnám, en lághitalegirinn gefur lágt viðnám. Þess vegna sjáum við rauða svæði lágt viðnám vegna þess að leiri leiðir svo vel. Og svo kemur í háviðnáminu djúpt niðri, þá sést aðeins lægra viðnám innan háviðnám, hvort ekki hátt viðnám, en það tengir líklega þessi varmagi, þessi stólpi sem við þetta. Næsta mynd. Þessi stólpi sem sagt. Og hérna sjáum við aftur þessar borholur sem ég ræddi á næstu mynd. Staðan þessi núna er svo að svæðið er flókið og margfaldið, það er alveg ljóst, borholur fáar og grunnar og líkt dreifðar. Hitaferlar yfirleitt vissnúnir í grunnuholunum og fæstan á 200 stiga hita, nema þessar Tröllaþingi holur. Það þarf alltaf að skoða allar þessar rannsóknir í heild og það er það sem við erum að gera, taka þessi gögn endanlega saman. Og það er nýtt hugmyndir líka sem er svo sem eitthvað í þá veru sem ég er að lýsa núna. En síðast ekki síst að þá þurfum við nokkra djúpar rannsóknar holur. Og það má svona geta þess að Ísfjörð vegna þess að svæðið var mikið rannsóknar, það var búið að staðsetja 4 og 5 borholur áður en við byrjum. Þess að svæðið var vel þekkt. Við erum bara komist ekkert á með þessum rannsóknum. Það er ekki með rammaáætlun að sakast í því, heldur kannski þá frekar eigendur auðlindarinnar. En eigandi auðlindarinnar, hann hefur náttúrulega úrskurð af valdinu þetta hvort og hann vill láta gera eitthvað eitt. Næsta mynd. En Austfirðingareyninn sjálf, hún er þetta 5-6 km löng, 1 km breidd, þá 6 km flatarmáli, ef að nýtanlega og jarðhiti var eingöngu bundin í hann. Það er óvissum stærðarmat og orkugeti á rannsóknarborunum. Það er auðveldast að skoða Austfirðinga, eða geta Austfirðingareynina með því að bora, til dæmis með stefnuborar í holum og vatnsbakka Kleifahvalls við suður og síðri Stafan. Það þýðir það er engin vegagerð, það er vikið sem bara rétt út fyrir vegkanti. Bora þarna holum sem að næði inn í reyninn og athuga hvort hann gæfi eitthvað og ef ekki þá er hann stroka í öðrum holum. Nefnum bara að hafa holumdóttir einhver stöð í litlu skjáli. Ef þetta er eitthvað undir 200 gráðar þannig að það er á 2000 metra dýpi, það er ekkert að sækja þessi. Það er bara svo einhvern, þá er það bara fórnarkostnaður orkuflutnings.
Vestan Sveifluháls, það var eðli staðsetning fyrir rannsóknarholu við Köldunámur. Við Köldunámur, það er 100 gráðu gufa á 10 fermetra bletti sem kemur fyrir hérna í þessum herbyggingum. En annars Köldunámur til að nafna rentu, þar meira undan á yfirborðinu á tiltölulega litlu svæði. Það er rétt eins og stroppur á kerfið sem undir er. Við tróðum í að kerfið sé undir út frá viðnámsmælingum, en ekki út af því hvað umhverfis eða yfirborðsummerkjum. Og við áréttum þetta að án þess að vera nýtingarblokki þá getum við gert frekar. Þetta er næstu mynd. Þetta er svona hugmynd, þetta er loftmynd, Kleifar var til. Þessi rennspítur hérna, það sína 1200 metra vegalengd. Og frá einhverju hugsuðu borplani. Krýsingavegur liggur hérna þar. Þetta er Austurríkjar einin sjálf. Við næðum sem sagt að fara yfir hana með 1200 metra djúpri holu frá Vatnsbekka. Hérna við Köldunámur þá getum við borað undir Sveifluháls og komist nánast út í Klaufavatn. Ef við borum frá tvær borholur hérna í Trölladyngju, hola 1 og hola 2. Annar er við Sogalæk, og kom það svo eftir. En við getum borað þaðan til dæmis yfir undir Djúpá. Á þess að fara nokkuð lengra inn í fjallinu. Og að samanskapi getum við farið út frá sömu borplönum til þess að fullvissa okkur það hvort að hvernig sé skynsamlegast að nýta það svæði eftir nýtingu þess. Það heldur mjög mörg sveitarfélög sem koma að málum. Hafnarfjörður, Reykjavík, Grindavík og síðan Vogar og landeigendur. Það er mikið flækjustig hérna þessu svæði. Miðjasvæði sem sér hérna í Móhólsadal. Við erum ekkert farnir að snerta á miðjunni þó við erum alltaf svona undan í jöðrunum og þessu. Það er kannski ekki síst fyrir það að aðgengið er betra austan megin og vestan. Næstu mynd. Þetta er sama þörfnið við hafum séð, þessi hitastorpi eða hvað þetta er, undir Móhólsdalinn. Hólurnar sem við erum að tala að myndu gagnastokkur sem er svona hólur. Klikar, það var þessar tvær hann í Austurríkjarsvæðinu. Sitt hvorum megin við Sveifluháls, þannig við vatnið sem beintist hér og hinn hérna austan við Sveifluháls í vegasambandi eða slóðarsambandi. Og á Trölladyngju þá var það eindanveg sama hugsunin og þá myndum við beina þeim eftir sprungurinn sem það ítir eftir það. Þannig þetta er mjög einfalt. Við höfum mjög einfalda smekk. Bara 2-3 kílómetra holur með eins litlum umhverfisáhrifum og mögulegt er eðlilega á þessu stigi mótor. Þetta mynd. Og þetta svæði sem var bara ídregjandi og þá vorum við að hugsa eitthvað svona, við erum ekki hérna söður á hérna veginn og Austurríkjum, heldur hérna í reyninni, einhver staðar sem er ásettanum og austan og vestan við hálsinn, það sem heitir upp og svo er Trölladyngja og býtir aftur. Þá vorum við fyrst og fremst að hugsa svona reyn hérna meðfram Höskuldavöllum og kannski skáholur hérna suður eftir þessar sprungurinn. En þannig er yngstu gosin og þannig er það líklegast að einhver sé að hafa. Og það er fyrst og fremst lektin sem okkur vantar, það er ekki hitinn. Við vitum að hitta en við til þess að vita hvort það sé skynsamlega að nota þetta svona eða hinsig, að þá er það lektin sem skiptir máli og sjá hitti sem við fáum meðaliti. Svo við aðeins förum þá í Trölladyngju nánar. Þá var þessi fyrsta hola hérna sýnt hittast niðan henni. Þessi rauði ferill, rétt svona 240 stig hérna miðbygg. Ummyndunar hitti þessi gula og græna. Sýnir þetta hitti varhefi yfir Heldubrúnland. Hæsti hitti er þarna 320. Þetta er svona 4-5 megawatt af hola. Sjáum við hérna niður í byggðinni. Svæðið er nýtanlegt. En það er bara spurning hvernig væri þá best að haga nýtingu á svona svæði. Það hangir alltaf saman við það hvað er annað á svæði. Það er engin infrastruktúr þarna nú. Ef það er eingöngu verið að fást við Trölladyngjusvæði, þá er það eins og eyja þarna í umhverfum. En ef það er verið að tala fleiri svæði, þá náttúrulega vilja allir sjá samlegðaráhrif í hagkvæmni. Gröfarsólurnar er hérna rétt út í hraununum. Við getum bara sagt að því að Ásbjörn nefndi 18 km, það er 10 km héðan niður í innanlandsvæði í Straumsvík.
beina loftlínu. Þannig það verður svona, það eru skemmsta leiði til að koma auðlindagarði upp að nýta varmaskiptingu þá og varma frá kerfinu með því að og þá búa til varahafn fyrir Hafnarfjörð. Það vantar svona til þess að búa til varahafn eða varmaskiptum fyrir Hafnarfjörð. Þá hafa nú vísir menn sagt mér það sem þurfi svona 50 til 100 megawatt að virkja til þess að búa það til. Þannig að þær 3 slíka virkjanir geta skapa varahafn fyrir Hafnarfjörð sem tengt inn á Nesjar, Valla og Hengilsvík. Orkuveita Reykjavíkur nýtir Mosfellssveit og Laugarneskerfi fyrir stóran hluta bænum, en þau kerfi ekki samtengt. Og næsta mynd. Og hér dálítið helgur staður Sogin sem margir sjá náttúrulega Hofsjöfn yfir. Þetta stóð uppi hér vatn á Ísönd, mikill jarðhiti og þessi vitadýrð þar stafar af jarðhitaumyndun og var sem sagt mikill virkni, það er leir, íslenskt grár og gulur og vitur þið sjáir hildur ofan á þessu leir. Þar er gróin og síðan brún mold. Og í þessari brúnu mold þá getum við lesið út öskulega reyningum hvenær þetta svæði gulnaði alveg út. Það hefur nánast ekki verið heitt á nútíma. Og síðan myndaðist þessi farvegur eftir árið 2000 og það hreinsaði sig út af þessu gili eða þessum dalveg, hreinsaðist út ofan á 2000 ára gammalt hraun sem er undir Höskuldsveg og það niður Sogarlæk og fram á Höskuldsveg. Hvað er elstu gjóskulegin í jörðinni? 1262 eru, eða 1226 miðaldalegir, mjög greinilegt þarna síðan Köllum. Náttúrulega elstu eru já, þau eru kannski Köllur og 4500 sem eru klárlega greinilegt, 2 þar gömul. Einhvern tíma snemma og nútíma þá sjáum við þau. Og aðeins með hitamælingarna, því að nú voru við orðin sérfræðingar í þessum hitamælingum á Krýsuvíkurinn. Sjáum þennan hitari, þetta er 200 gráður, það er 1200 metrar. Það svæði sem var lítið sónótt og yfirborðið var hávastaverknum 100 gráður umhverfinn í vatnsbotn. Ég er hérna rétt 180 gráður niður á 1200 metrum. En síðan snögggeitnar þar fyrir niðan. Þessi hola er hérna sem svona 500 metra kannski, 300 metra frá þessari beygju hérna kýli. Ok, þannig að við höfum sett heilmiklar upplýsingar nú þegar svæðið. Við myndum aldrei fara inn á þetta svæði. Einfaldlega því að fyrsta lagi þá er það ekki spennandi og þar er ekki mikið auðveldur að koma á staði og undir þetta. Þetta er nokkuð tíma inn á svona. Og það gildir reyndar öll þessi yfirborðsvirku svæði. Við viljum ekkert inn. Það er bara vesen. Það kostar jarðskipti, hita og afsköpun og óþægindi. Það er margfalt einfaldara að vera bara fyrir utan og bora það niður á öryggi, í friði og það teygja sig inn undir svæði. Frekar þetta að vera að raska yfir. Þessi mynd. Þetta er staðan, yfirborðsrannsóknin er lokið. Þetta var flokkað í rammaáætlun, í miðflokk. Með alla forsendur til að geta haldið það áfram. Við þurfum þarna 2-3 hólur í viðbót til að ljúka þessu sem við teljum nauðsynlega grunnrannsóknir á framtíðinni. Og síðan það náttúrulega samkomulag við eigendur eða menn vilja þá halda áfram einhvern. Og síðan kemur að þessu kennistærðum sem við þurfum að gefa ykkur. Þar er alltaf talað þessi á raforkuframleiðslu. En við sjáum fyrir okkur að ef við færum í einhverja nýtingu þá myndum við taka ekki áfram. En ekki fara inn í einhverjar 100 megawatta virkjanir eins og Reykjavík til dæmis. Þetta er þetta tekið í hægfara áfengum, það er hér hinn almenna reglum, það er betra að fara þá leið. Vegna þess að þá læra mér líka á þetta auðlindina í liðinu. Og svo tölum við þetta, ef að vilja til þá er þetta rétt 10 km hann að prófa Skjálfandafjöllum. Við sjáum fyrir okkur heilstafinn í kringum sem að
nánast lykilatriði í hvers kyns jarðhita-hugsun, þannig í tengslum við Krýsuvíkursvæðið í heild sinni. Förum bara í næstu mynd. Við þurfum að setja upp svona tölur 100 megavatta virkjun hérna einnig á Austurríkjum og Tröllavíkjum. En það leið Orkustofnunar til þess að stilla þessu upp sem nýtingarkostnað. Það var, eins og við sjáum í upphæðinu, það var talað 450 megavatt sem miðgildi fyrir Krýsuvíkursvæðið og þess vegna setjum við einfallega 100 megavatt á hvert af þessum 4 svæðum sem er einhvers konar kennistærð sem að gefur þá einhvers konar kennistærði til þess að meta en í rauninni ekki alveg í samræmi við það sem við erum að gera í unnum. Við erum fyrst og fremst að rannsaka svæðið með tilliti til orkuskiptum og reyna að meta hvort það séu þekkta virkjanir eða eitthvað viti hagkvæmni. En ekki að ráðast í mörg hundruð megavatta virkjanir á þessu stíði, það er bara ekki grundvöllur til þess. Og hérna næstu. Síðan aðeins framkvæmdasvæði, þau eru alltaf innan skilgreindra nýtingarsvæði, þau eru mun smærri en þau hafa sjálfsögðu í förmæðsli alls rask, stöðvarhans, mannvirki, íbúðum og framvegis. En við höfum ætíð leitast við að halda okkar framkvæmdasjóð svæðum smá. Þá bara þetta að vísa beint í dæmin. Það er 1 ferkilometri í Svartsengi fyrir 150 megavatta jarðvarmavirkjum sem framleiðir 74 megavatta orku. 1 ferkilometri. Reykjanes eru 4 ferkilometrar fyrir 100 megavatta. Við erum ekki að tala einhverja 10 ferkilometra til að leggja undir sér, en sjálfsögðu náttúrulega kemur það inn á það hvernig svæðið. Hagkvæmast er að vinna þá sem minnstur. En það skiptir fíburlagnir og einhver allar hagkvæmni. Þannig hér er einungis verið að fjalla kennistærði, það er hægt að telja hvað þýðir 100 megavatta virkjun, þýðir 20 mikroholur, 4 niðurdælingaholur, það er svona reynslan, það er reynslutölur. Og það fyrir þá að miða við kannski 5 megavatta meðal. 5 mínútur eftir. 5 mínútur eftir. Þetta bara passar með því. Þetta sé næsta mynd, bara hérna síðan. Með áfengundir sem virkjaði í áfengum til þess skæmi, 20-30 megavatt einingar, auðlindagarðsugsum í öndveginn. Og við ræðum aðeins mikið þessar auðlindagarða vegna þess að þetta er afskaplega hugleikið. Það eru 53 menn sem vinna hjá Háasorku til að reka þessar virkjanir. Það eru 516 mann sem starfa í afleitum störfum í þessari auðlindagarð. Hver er í fullu starfi, það myndir margfaldan með 34 til að meta hversu margir hafa lífsviðurværi sitt af þessari starfsemi. Það er bara 15-20 manns. Það tækir kennslu, skóla, heilsugæslu og en Tröllavík og Austurríkja þurfa að vera í nýtingarflokki til að unnt sé að ljúka þessum brunavatnsrannsóknum og meta svæðið í heild sinni. Þá held ég bara síðustu mynd.